Komið sæl og velkomin í Guðsþjónustu í Lindakirkju og mikið er ég þakklátur að það skuli vera þetta mörg sem eru til í að koma inn úr blíðunni í messu hér í Lindakirkju í kvöld. En það var hann Matthías Baldursson sem byrjaði á því að spila fyrir okkur forspil, lag eina blómið ábyggilega í heiminum sem ber nafn sem er fólgin bæn, gleym mér ei. En þau hjónin, Áslaug Helga og Matti, þau ætla að leiða tónlistinni í kvöld og ég hvet ykkur til að taka undir í söngum. Kannski verður, ég vona að sjáist nú textarnir, það eiga að vera svona frekar stórir stafirnir og vonandi duga til þess að við getum öll tekið undir og ég hvet til þess. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi Andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Þá skulum við syngja saman. Og það er annað blóm, liljan.
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Ég ætla að lesa 2 af textum þessa sunnudags sem er 3. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og úr Gamla testamentinu er lokakaflinn í Jónasi, spádómsbók Jónasar, Jónas í hvalnum eins og við þekkjum hann. Og af ákveðinni ástæðu þá ætla ég að lesa gamla þýðingu af þessum texta og það er einfaldlega því mér finnst eitt orðar svo skemmtilegt. Í nýjustu þýðingunni þá er talað að Guð hafi látið spretta upp einhvern rísínusrunna sem enginn veit hvað er, en mér þykir þetta orð sem að Viðeyjarbiblía hefur þessa plöntu, undurnjóli. Mér finnst það svo skemmtilegt að ég ætla að lesa þá þýðingu frekar. Jónas fylltist mikilli gremju. Honum brann reiðin og hann sagði við Drottinn: Ó Drottinn, var það ekki einmitt þetta sem ég sagði áður ég fór að heiman? Það var vegna þessa sem í fyrstu ég vildi flýja til Tarsis, því að ég vissi að þú ert líksamur og miskunnsamur Guð, þolinmóður og gæskuríkur. Og þú iðraðist ógæfunar og lætur refsinguna ekki dynja yfir. En nú, Drottinn, taktu líf mitt, því að mér er betra að deyja en lifa. Drottinn svaraði: Gerur þú rétt þú reiðist? Jónas hafði gengið út úr borginni og búið sig fyrir austan hana í því skyni að reisa sér laufskála og setjast undir hann í skugganum og bíða þess hvað yrði í borginni. Þá lét Drottinn Guð undurnjóla uppspretta og vaxa upp yfir Jónas til þess að bera skugga á höfuð hans og frelsa hann frá því sem honum var að meini, og varð Jónas stórlega feginn undurnjólanum. En næsta dag þegar morgunroðinn rann upp, lét Guð orm koma, sá stakk undurnjólan svo að visnaði. Og sól var á loft komin, lét Guð koma hægan austanblæ og skein sólin svo heitt á höfuð Jónasi að hann vanmegnaðist. Þá óskaði hann sér dauða og sagði: Mér er betra að deyja en lifa. Þá sagði Guð til Jónasar: Er það réttgjört af þér að reiðast svo vegna undurnjólans? Hann svaraði: Það er rétt að ég reiðist til dauða. En Drottinn sagði: Þig tekur sárt til undurnjólans sem þú hefur ekkert fyrir haft og ekki uppvakið, sem óx á nóttu og hvarf á nóttu. Og mig skyldi ekki taka sárt til Nínive, hina miklu borgar, úr hverri að eru mun meir en 120.000 manna. Er ekki þekkja hægri hönd sína frá henni vinstri, og þar með fjöldi dýra. Og þannig hljóðar heilaga orð, og þannig eru loka orð spádómsbókar Jónasar. En nú ætla hins vegar að biðja ykkur að rísa á fætur
og við skulum heyra heilagt guðspjall sem skrifa stendur í Jóhannesar guðspjalli. Jesús segir: allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðverðið heilaga guðspjall og sæl erum við þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og skulum standa áfram og játa saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélaga heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Eilíf náð þín, Faðir
til að við þurfum ekkert endilega rétt upp hönd, en samt væri gaman að sjá. Hefur eitthvað lesið Jónas í hvalnum, eins og við köllum hann þetta? Já, nokkrir, já, flott. Þetta eina af þeim sem að kalla minni spámenn í Biblíunni. Það eru 12 svona 12 stutt spádómsrit í lok Gamla testamentisins og Jónas einn af þeim. Og ég verð að segja, þetta ein af mínum uppáhaldsbókum í Biblíunni og Jesús var einu sinni spurður að því, beðinn tákn, og hann segir við fólkið, eina tákna sem þið fáið tákn Jónasar. Og það yfirleitt tengt við það að Jónas, sem var spámaður og var kallaður á Guði til þess að fara til mikillar borgar í Assýríu, sem hét Nínive, höfuðborgarina þar, til þess að í rauninni að boða borgarbúum að ef þeir myndi ekki snúa af sinni villubraut þá færi illa fyrir þeim. Og hann var, þetta var bara versta erindi sem hann gæti hugsað sér að fá, vegna þess að Jónas, hann hataði Nínivebúa og Assýringa. Og það kom til vegna þess að á sínum tíma höfðu Assýringar, þeir voru óvinaþjóð og þeir höfðu lagt undir sig borgina Samaríu sem var sem sagt í Júda og bara eyðilögðu það, herleittu fólkið það. Og þannig að það var bara landlægt hatur gagnvart þessari þjóð meðal Hebrea eða Ísraelsmanna eins og við köllum. Og svo kemur Guð til hans og segir, ég vil vægja þessu fólki en þau verða að snúa frá villu síns vegar og ég ætla að senda þig þangað. Og Jónas reynir að stinga af og hann reynir að fara til Spánar og svo hann borð í báti og það verður vitlaust veður og skipverjar skilja ekkert í því hvað í gangi og Jónas sem spámaður Guðs, hann bara heldur sig hérna neðan þilja og felur sig meðan hinir skipverjarnir þeir biðja til Guðs og fara svo að spyrja Jónas bara hvað í gangi, hver þú eiginlega? Og hann segir þessi veðurofsi allur út af mér. Ég rauninni boðberi Guð sem skapar heiminn og ræður vindum og vötnum. Og þarna sjáum við nefnilega eitt tákn. Jesús sagði, þið fáið bara tákn Jónasar. Kannastu við söguna þegar Jesús var borð í bátnum og óveðrið kom. Og Jónas segir, hendi mig fyrir borð og þá verður allt í lagi. Og þeir eftir mikla fortölur þá fást þeir til þess og henda Jónasi fyrir borð og það var stillir logn. Alveg eins og í sögunni Jesú. Þarna var í rauninni, þarna samhljómur á milli þessara tveggja sagna. Það Guð sem ræður himn og jörðu sem að stillir storminn. Þó með þessum hætti þarna. En Jónas lenti í maga stórhvelis sem segja stór fisk, það talað stóran fisk í Biblíunni. Ég held þetta hafi samt verið hvalur af því að ég ekki viss að fólk hafi verið komið svona langt í náttúrufræðin að skilja svona milli spendýra og fiska og hvað þá á þessum slóðum. Þannig að við getum bara, þess vegna tölum við bara Jónas í hvalnum. Og hvalur gleypir hann, Jónas í gini og onni í maga hvalsins í 3 daga og svo ælir hann upp á land. Og þetta náttúrulega yfirleitt talað sem þetta tákn sem Jesús að tala Á sama hátt og Jónas og í maga stórhvelisins í 3 daga, þannig rís Jesús upp á 3. degi. Og þannig þar finnum við líka þessa tengingu. Og Jónas, hann algjörlega nauðugur, ekki viljugur, fer til Nínive, fer inn í miðja borg og þar flytur hann stystu predikun sem getur. Hún var bara 5 orð. Nínive mun verða lögð í rúst eftir 40 daga. Punktur. Útskýr ekki neitt, engin boðskapur eða neitt, og þetta dugði. Konungurinn heyrði til hans og hann segir, jæja, nú verðum við bara að láta af okkar breytni og þetta svo fallegt. Það allir sem iðrast, bara í dufti og ösku,
Og þetta ekki bara orðin tóm, heldur sko jós fólkið yfir sig ösku og klæddist hærusekkjum og meira segja var talað að búfénaðurinn hafi verið klæddur í hærusekki. Og sem að það svona iðrunarmerki. En Jónas er samt að vonast til þess að borgin verði lögð í eyði og þá erum við komin þangað sem að textinn sem ég las áðan fjallaði. Stærsta táknið og mikilvægasta táknið í rauninni það sem fólkið í boðskap kvöldsins. Það oft sagt að gamla testamentið sé svo grimmur. Það einmitt hinn mildi Guð sem mætir okkur þar í sögunni Jónas, sem mætir okkur svo í Jesú. Og Jónas svarar Guði og alveg brjálaður yfir því að hann skulle hafa fengið þetta erindi og hann segir, ég vissi að þú myndir miskunna þeim. Alveg dæmigert fyrir þig. Ég vissi að þú myndir fyrirgefa. Og þess vegna var ég svo mikið á móti þessu. Hann vildi bara að borgin yrði eyðilögð. Og þess vegna var hann búinn að fá sér gott sæti þarna og það spratt upp þessi undranjóli og hann var með skugga og ætlaði bara að njóta þess að horfa á þessa eyðileggingu. En það er ein ofboðslega mikilvæg tenging við Jesú og Jónas. Þið heyrðu að ég talaði á hann Samaríu og þaðan komu samverjar. Það að segja, þið kannast að sögur miskunnsama samverjan. Þetta var líka fólk sem var litið niður á af Hebreum vegna þess að þeir voru í grunninn voru þetta sömu trúarbrögð og gyðingar hafa, en þeir hins vegar, þeir voru ekki sammála hver væri helgasti staðurinn í ríkinu. Og af því að þetta var svona þjóðablanda að þá var litið niður á samverja og þeir voru bara síðasta sort. Þess vegna notaði Jesús þá. Og það samverji, það að segja, sem að kemur frá Samaríu, sem að í rauninni af sömu ætt og þetta fólk sem að var í Asseríu þarna löngu áður þegar Jónas var, það hann sem að miskunna sig yfir mannin sem að barinn, ekki satt. Þannig að boðskapur Jónasarbókar þessi, það skyldi þó ekki vera að fólkið sem að þú fyrirlitur og jafnvel leyfið þér að hata fullu hatri sé jafnvel bara nær því að skilja kærleika Guðs en þú sjálfur sem að fær þetta erindi eins og Jónas fekk. Það skyldi þú ekki vera. Og þetta er náttúrulega svo ótrúlega fallegar myndir í Jónasarbók eins og hún endar. Ég ætla bara að lesa fyrir okkur aftur loka orðin. Það sem segir, ætti ég ekki að sjá aumur á Nínevi, hinni miklu borg, þar sem meira en 120.000 manna búa, sem þekkja vart hægri höndina frá þeirri vinstri, og að auki fjöldi dýra. Það kærleikur Guðs nær líka til dýrana þarna í borginni. Og það nú ekki að vona að þessi bók hafi oft verið svona tengd barnabókmenntum. Ég keypti mér svona, ég sá á netinu sparibók sem það afsteypa af gömlum sparibók þar sem að Jónas verið að henda honum út og hvalurinn svona, hann opnar ginið og svo Jónas ýtt og þá dettur peningurinn nú hann í maga hvalsins og barnabarnið mitt hefur mjög gaman að þessu. Og þannig að þetta mikið tengt barnabókmyndum, en þarna þetta svo mikið kjarni í þessu sem að í rauninni Jesús boðar að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf engarson sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf og það endurómar hér í Guðspjalli kvöldsins sem ég las á hann. Sá vilji þess sem sendi mig, Guðs, segir Jesús, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night grows near and the day is almost gone, at the river stand, at my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, oh lead me, I said lead me, oh precious Lord, please lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Takk fyrir þetta, Áslaug og Matti. Þetta verði ekki fyrsta gospel-lagið eitthvað Jú, svoleiðis, fyrsta svona samda gospel-lagið, eða Já. það sem að við höfundur sem er ekki svona spirituals eða svoleiðis. Já, áður voru þetta svona, einmitt, eins og þú segir, Svona flökku söngvar. flökku sálmar, sko. Akkurat. En þetta er lag eftir Thomas Dorsey. Já, einmitt. Frábært og alltaf magnað í þínum flutningi. Og þínum líka, Matti, sko. Það er bara mjög flott. En nú er komið að bænastundin okkar og ég hvet ykkur til þess að nota bænaaltarið, skrifa bænarefnin ykkar á miða og skilja eftir í raufinni sem er þarna og eins að kveikja ljós fyrir einhverju bænarefni sem þið hafið. Og það er svo mikilvægt að bera hvert annað á bænarörmum og ég vil benda ykkur sérstaklega á að
Á fimmtudögum klukkan 9 kemur lítill bænahópur saman og biður fyrir bænaefnum og það alltaf velkomið að bætast í þann hóp. Mjög einfaldar og ljúfar stundir. Ég vil áður ég held lengra segja ykkur frá eru tveir góðir menn sem ætla að bjóða upp á veitingar hérna eftir messuna í kvöld, Jón og Valgeir, og við endilega stöldur við og fáum okkur einhverja hressingu áður við höldum út í kvöldsólina. En nú skulum við eiga bænastund og við syngjum saman fallega lagið hans Rúna Júl. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Drottinn, þakka fyrir að við getum leitað til þín í bæinn og tala við þig allt, bæði smátt og stórt. Þetta smáa sem að okkur finnst varla taka því að nefna við megum gera og eins þetta stóra sem við ráðum bara ekkert við, eins og stríðsástand heiminn. En við felum það, Drottinn, þér, við felum þetta fólk þér, þú elskar allt fólk. Við höfum öll sama stað í þínu hjarta. Hjálpa okkur að sjá hvort annað í þínu ljósi. Í þínu ljósi ástæðunnar. Ég bið að blessa þau sem að eiga einhvern veginn og sárt að binda, hafa fengið erfiða fréttir.
veikindi eða þau sem að syrgja, fólk sem er kúað eða lagt í einelti. Viltu gefa okkur hugrekki til að stíga inn í aðstæður ef að hlutir eru þannig? Og Drottinn, við felum þér allar hugsanir okkar og bænirnar sem hafa verið ritaðar á miða hérna í kvöld og það var stíð upp til þín. Allt það felum við þér í bænina sem að þú kenndir og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá vil ég bjóða ykkur að rísa á fætur og meðtaka blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þín náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við bara standa áfram og syngja lokasálminn og vef með vængjum þínum sem við var nú vanur því að syngja í sumarbúðunum í Vatnaskógi og þar er alltaf staðið á meðan og bara ef við treystum okkur til, þá skulum við gera það. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, við prófum aftur. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, við erum það. Sko, þið getið þetta alveg. Takk fyrir stundina, innilega.